Komið sæl, verið velkomið með okkur í Hvíta máva. Gesturinn kona frá Akureyri, hefur reyndar ekki búið þar alla tíð, heldur fór til Reykjavíkur og jafnvel eitthvað fleira. Hún listakona, Saga Geirdal Jónsdóttir, leikari, og eitthvað fleira, söngkona. Skulum spjalla við henni á eftir. Saga Geirdal Jónsdóttir, vertu velkomin. Geirdal, hvaða nafn þetta? Afi minn, Steinólfur. Steinólfur? Steinólfur Eyjólfsson í Grímsey og bræður hans, þeir tóku upp þetta nafn af því það var svona þægilega að eiga samskipti við útlönd. Það var svona ættarnafn? Já. Heldur hann vera Þorsteinsson og þess aftar eitthvað? Já, þetta var svo Steinólfur Eyjólfsson, það var ekki gott. Nei. Og voru þeir í viðskiptum við útlönd? Já, hann var eitthvað, kallinn að kaupa timbur og hann var að smíða hús, bæði á Húsavík og náttúrulega Grímsey. Já. En þetta sko Geirdal, þetta sótt til einhvers landsvæðis eða þess aftar, veistu það? Þetta að vestan komið. Þar Geiradalur og ég held að það sé þaðan sem það kemur. Þú ert nýkomin heim frá London við sig. Já. Hvernig var í London? Það var bara mjög gaman. Já, hefur oft komið þangað? Já, ég nokkuð sem komið. Og hvað ertu að gera þar núna? Ég var nú að hitta barnabarnið mitt, Melkorku Telmu, hún í skóla í Cornwall og við ákváðum að hittast þar. Já, og hittist í London? Já, hittist í London. Já, en hérna, hvað hún að læra? Innan hús hönnun. Já, akkurat. En í Cornwall, akkur fóruð þið ekkert í Cornwall? Dr. Martin þar? Já, ég ætlaði mér nú það, sko. Poldark var líka þarna. Poldark það, já, akkurat. En það var ekki úr, það var einhvern veginn of flókið að fara til hennar, sko. Já, þannig að þú sem sagt, þið ákveðið að hittast í London. Já. Saga, þegar maður fer til svona stórborgar, eins og London, Parísar eða þessa borg, hvað sem í rauninni, það búið að vera svo mikil ófriður og ólæti og árásir og viðbjóður í gangi. Maður ekki með þetta í baktanganum þegar maður á svona stöðum? Eins og í svona borg? Ég einhvern veginn var alveg laus við það. Já. Ég var nú dálítið að þvæla að koma mér af flugvellinum, Gatwick og dálítið frá svona miðborginni og var að labba þarna og skipta lestir og svona, en ég einhvern veginn, og að kvöldi til í kolniðamyrkri, sko. En það kom ekkert í hausinn á mér. Hefurðu ferðast mikið? Já, ég er búin að ferðast mikið. Já, og nefndu einhverja staði svona sem að menn ekkert almennt á? Kaupmannahöfn eða London, sko. Já, ekki svoleiðis. Ég náttúrulega komið til Ítalíu og náttúrulega Spánar og Mallorca og svo var ég nú á La Gomera. Það nú ekki vanalegt að fólk sé kannski að fara þangað. Býtu, það ekki í Kanaríja? Jú, það í Kanaríja klassanum. Ég var fararstjóri þar í 3 mánuði. Já, það kom engin ferðamenn, varstu einu þar? Nei, ég var einu Íslendingur þar. Já, það? Já. Var ekki Jörundur Guðmundsson þarna? Jú, ég var að leysa hann af. Nú það? Já. Það margir náttúrulega, þú veist, allir þessi Kanaríja farar og Tenerife fara að vita náttúrulega La Gomera. Já. En sko, fólk ekki að fara til þess að vera á La Gomera. La Gomera, það ekki beinlínis þannig, en það rosalega flottur golfvöllur þar. Já. Einna bara flottust í heimi, held ég. Og koma menn þá bara, fljúga bara þannig yfir til þess að spila golf og vera bara í dag eða svo? Nei, það náttúrulega hægt að vera á hótelið þar, sko. En Íslendingar til dæmis, þeir komu til Tenerife og tóku svo skip yfir. Og ég tók á móti þeim þar, fór með þau eyjuna og skilaði þeim aftur borð. Já. Og var það bara svona dagsferð? Já. Og varstu lengi þarna? 3 mánuði. Já, varstu ekki skemmtilegt? Jú, þetta var skemmtilegt. Já. Mikil upplifun og bara ótrúlegt.
þegar fólk í svona starfi eins og það að vera fararstjórar, sko, svo þú komin heim og þú ferð upp í einhverja búð, kringluna eða hvað sem þú ert á landinu og hittir fólk, kemur það til þín og segir, manstu ekki eftir mér, ég var með þér á lag og vera. Nei, ég hef ekki lent í því. Er það ekki? Nei. Ég hef ekki, nei. Hvað finnst þér skemmtilegast, hvað skemmtilegast þessi staður sem þú heimsækir eða hefur heimsótt? Sko, mér finnst þú að gaman í Danmörku til dæmis. Ég bjó það nú í tæpt ár. Já. 2005. Mér finnst þú að notalegt að koma þar og vera þar. En sko, ég búin að vera svo víða, ég veit ekki hvernig ég ætti að velja það. Ítalíu, hvernig finnst þér það? Já, mér finnst Ítalía spennandi. Já, en þá eftir að fara til Rómar samt. Já. Og já, svo mikið eftir. Já. Og ertu þá komin á þann aldur að þú getur farið að hugsa til þess að fara að skoða þessi staði? Já. Ég þori ekki að spyrja, en ég var bara svona kurteislega. Já, ég alltaf til í að fara að flækjast eitthvað. Já. Ég hef bara einhvern veginn alltaf verið í mér og sumir segja að þurfa að fara að klippa mér flugfjæðurnar. Saga, þú ert frá Akureyri. Já. Þú hefur ekkert alltaf verið á Akureyri? Nei. Ég ætlaði mér alltaf að eiga heima á Akureyri, en svo voru bara aðstæðurnar þannig að ég fór héðan suður og bjóð þar í nær 24 ár. Já, eins og skroppið bara? Já, ég ætlaði bara að skreppa, ég ætlaði bara að vera í hálfa mánuð. Sko. En þú komst aftur? Já, ég kom aftur. Sigurður Hróarsson, sem var nú leikhússtjóri í Borgarleikhúsinu þegar ég var að vinna þar, hann riði sig hingað norður, aftur, og bjallaði í mig og vita hvort ég vildi koma. Og þá ætlaði ég bara að vera 1 ár. Koma til að vinna í Borgarleikhúsinu? Til að koma hingað? Já, hann kom aftur hingað. Já, og þú varst í Reykjavík og hann plataði í norður? Já, hann plataði mér svo sem ekki, en hann spurði hvort ég væri til í að koma. Já, og var þá til þess að leika? Nei, fyrst og fremst var það sem að ég var aðalstarfið mitt í Borgarleikhúsinu, það var þessi markaðsmál og sölumál og jú, hann talaði það, ég geti örugglega farið inn í leika líka. Já, en þú fórst í þessi mál sem sagt hér. Já, og sýningarstjórn, það var þetta. Eftir reynsluna úr Borgarleikhúsinu. En þú byrjar kornung stelpa að leika á Akureyri. Já, ég geri það. Þetta ekki bara barn? Jú, það var nú svo sem ekkert þarna í gullna hliðinu þegar ég var 9 ára, en þá gerist það að ég hitti Þráin Karlsson í fyrsta skipti. Þá var hann 17 ára. Já. Og hann var rosalega svona natinn og góður við okkur stelpuna. Við vorum nokkrar þarna svona 9 ára, 10 ára. Já, svona englar. Við höfum að bíða svo mikið. Já. Og hann var mjög duglegur. Hann var að segja okkur sögur eða lesa fyrir okkur eða eitt og annað. Góður maður Þráin. Já. Og svo náttúrulega, svo líður tíminn og þú ert bara komin í þetta sem starf. Já, ég hafði svolítið gaman að því ég var í sveit 10, 11 og 12 ára fram í Firði. Þá bjuggu hjónin Erna og Hreinn, þau bjuggu í Fellshlíð þegar ég var hjá þeim. Hríshóli núna og Erna sagði mér það ekkert verið mjög löngu síðan að ég hefði alltaf sagt það að ég ætlaði að verða, sko, þegar ég stór, þá ætlaði ég að vera söngkona og ballettdansmær og leikkona. Þetta var alveg ákveðið, sko. Það var bara þetta, já. Þetta náttúrulega var draumur stelpna á þessum tíma. Ég tala ekki flugfreyjustarfið. Nei, það var ekkert, þú ert svo gömul að það var ekki búið að finna flugvélarnar. Nei, það var þetta, ballettdansa, þetta náttúrulega var óskaplega tignallt og fallegt. Já. En Saga mín, þú var söngkona og ert kannski enn? Svona, út með þetta. Sko, mig langaði alveg rosalega mikið til þess að syngja með hljómsveitum. Og hljómsveit og þegar ég er 14 ára þá tala ég við Reyni Sjutt. Þá var hann með hljómsveit sem hét Ásarnir og ég spurði hvort ég mætti prófa og já, hann var alveg til í það og þar með byrjaði það dæmi.
Fórstu á æfingu með ásónum. Já. og byrjaði að syngja. Já. Já. Kunnur textana? Ég var ábyggilega með eitthvað, ég man nú svo sem ekkert. Voru þetta þá íslensk lög eða? Já. Og líka ég pikkaði upp, maður var náttúrulega með segulband, þú veist svona. Já. Svona. Og maður pikkaði upp enska. Úr útvarpinu? Já. Og varstu það ráðin í þessa hljómsveit? Já. Hvað ertu gömul, segirðu? 14. 14 ára? Já. Ég trúi því ekki. Máttu ekki einu sinni syngja á böllum? Nei, ég var það á undan þá. Já. Hvað sagði pabbi og mamma? Hvað sagði Jón Ingimarsson, verkalýðsleiðtogi? Þau bara, bara allt í fína lagi. Það var ekkert, þau voru ekkert að banna mér það. Nei, þú náttúrulega er bara unglingur og... Já. Hvar voru þið þá að spila og syngja? Ha? Hvar voru þið þá að spila og syngja? Við vorum bara út á suður, við vorum mikið hérna í Freyvangi, á Böll í Freyvangi og Laugaborg. Voru þetta sveitaböll? Já. Saga? Þú 14-15 ára? Já, veistu það, að þeir voru frábærir hérna hljómsveitarstrákarnir sem voru með mér. Já. Og það var aldrei neitt, vesen á þeim eða bara þeir héldu utan mig og það var bara þannig yfirleitt í þessum hljómsveitum sem ég var í. Já, ég meina þeir náttúrulega voru landsfræðir þessi Freyvangsböll. Já. Fyrir hvað þeir voru huguleg? Við vorum til Húsavíkur og það var í þessum hljómsveitum sem ég var í, svo fór ég í hljómsveit Örvars Kristjánssonar og Bygga Mar og fleiri, Þrestir held ég einn hafi heitið. Og við vorum að þvæla þetta alveg hreint, Raufarhöfn, Þórshöfn og þetta var ægileg ferðalög. Já, og það er náttúrulega á misjöfnum bílum á misjöfnum vegum og í misjöfnum veðri væntanlega. Já, hvað varst að gera annað á þessum tíma líka? Varst ekki í skóla á þessum tíma? Jú. En þetta var nú aðallega við sumartíman. Já, var þetta sumarvinna þín? Já. Þú er ekkert í neitt annarri vinnu með? Nei, ekki þegar þetta var. Þannig að þú söngst, og þá náttúrulega voru ekkert bara böll á lögataskvöldum? Nei, svo seinna meir þegar ég fer á KEA, þá er ég að syngja öll kvöld vikunar nema á miðvikudögum, það var æft á miðvikudögum og síðan var farið gjarnan eitthvað út fyrir bæinn á laugadögum. Ég veit nú ekki hvers vegna það var. Já. En annars spiluðu og sunguðu á KEA? Já. Hverjir voru það? Það var Haukur Heiðar Ingólfsson til dæmis. Hvað hét sú hljómsveit? Há, Valdi og Saga. Og svo fór Þorvaldur Halldórs, hann fór svo í Sjallan og þá varð ég ein eftir með. Há og Saga? Já. Haukur Heiðar? Já. Og Saga? Já. Og fyrst var það Valdi og Saga. Fyrst var það Valdi og Saga. Og það var Þorvaldur Halldórs á sjó? Já. Já, þannig að þú sungið með Vald. Já. Það var voða gaman. Já, ég trúi því. Og það er eins og hún segir, sungið á hverju kvöldi. En það var líka í Alþjóðhúsinu með hinum hljómsveitunum. Þetta var svo ótrúlegt. Það var böll á hverju einasta kvöldi, nema á miðvikudögum. Og stundum voru 2 hljómsveitir. Við skiptumst á að spila hálftíma. Hvað er þetta að segja? Þetta myndi ekki vera hægt í dag. Það er ekki haldin böll í dag? Nei, það er ekki böll í dag. Og hvað á fólk þá að dansa? Já, segðu. Fólk verður að dansa nefnilega. Það verður að hífa þetta upp aftur. Þetta er svo gott fyrir sálina. Já, ég er alveg sammálaður í því að það er... En hvað varstu lengi þá í þessu? Hvað stendur lengi í þessu? Hvað er orðin gömur þegar þú hættir þessu þá? Ég er svona 21, að vera 22, það er svona með hléum því að ég náttúrulega fór að leika hann í millitíðinni og þetta var ekki alveg stöðugt. Nei, hvaða hljómsveit var síðasta sveitíðin? Manstu það? Nei, ég man það ekki. Sennilega Örvar Kristjáns. Já, áttu þetta ekki skrifað. Manstu eða veistu hvað þú söngst með mörgum hljómsveitum? Nei, ég veit það ekki. Þær voru ekki ægilega margar, sko. Nei. Kannski svona 5. Hvernig breytir þetta lífið þínu? Hvað varstu búin að plana? Hvað ætlar að verða?
Ég ætlaði að vera leikkona, sko. Já, þú sko, nei, fyrir utan sko þegar þú er 10 ára, að vera ballerína og það. Já, sko, mér fannst þetta bara alveg rosalega skemmtilegt. Gastu hugsaði það að verða söngkona bara til frambúðar? Var það hægt? Nei, það var einhvern veginn ekki hér. Nei. Sko var það ekkert inn í myndinni. Maður varð að vinna með og þannig að en já, þetta svona togaðist á mér. Sko, mér fannst ægilega spennandi að fara að leika. Já. Og það kom nú þarna inn í, sko. Pabbiðinn var viðrið í leikhúsið, man ég? Já, hann lék heilmikið og var formaður á ákveðnum tímabilum. Já. Svo var hann líka sko með leikrit í Gefjunarsalnum, Verksmiðjurnar, þegar Verksmiðjurnar voru náttúrulega starfandi. Já, þá var mjög öflugt sko skemmtanalíf. Já, mjög. Félagslíf. Já, mjög. Tókst þú þátt í því? Nei, ég gerði það ekki. En ég söng þar á böllum, sko. Þú gerði það? Já. Sko, pabbi var verkalýðsleiðtogi. Já, hann var formaður Iðju, félagsverksmiðjufólks í 40 ár, rúmlega. En sko, vann hann áður á verksmiðjunum sjálfur eða áður en... Hann var vörubílstjóri. Hann var vörubílstjóri? Já. Jón Ingi mest að tekstu maður? Já. Hver var mamma þín? Gefn Geirdal, hét hún. Gefn. G-E-F-N. F-N, Gefn. Já, þetta er goðanafn. Já, akkurat. Þetta er alveg stíft nafn. Gefn, já. Og Geirdal. Já. Já. Afi minn Steinólfur sem vorum að tala áðan. Já. Og amma Hólmfríður, þau þóttu skýra börnin sín dálítið undarlegum nöfnum. Já. Og þetta voru allt goðanöfn. Og það var gerð einu sinni vísa, ég fara með hana fyrir mig. Já. Bragi Saga, Óðinn Edda, öll eru Steinóls Geirdalsbörn. Næst þá kemur Gefn og Gedda, Grallari, Skata, Fálki og Örn. Það var einhver að gera grína þessum nöfnum. Skata, Fálki og Örn. Já. En það er nú gaman þegar fólk tekur upp á því að skýra börnin sín svona sérstökum nöfnum. Já. Einhvers staðar las ég það eða heyrði það að nafnið Edda og Saga til dæmis, þetta væru fyrstu konurnar, það var semst móðursystur mínar sem að voru skýrðar þessum nöfnum. Já, fyrstu konar sem fá þessi nöfn. Já. Þeir eru eitt stelpa Já. Og ferð að muna eftir þér og ferð að umgangast krakka og ert í skóla og svona. Var það ekkert strítt á þessu nafni? Já, ekkert þannig að það væri eitthvað erfitt að segðu mig skrýtlu eða segðu mig sögu eða eitthvað þannig. En það, nei, ég tók það aldrei neitt í það. Mér fannst það bara sport. Já, þeir fannst það bara gott og bara sport. Já. Saga, þegar þú kemur svo og inn í leikhúsið eins og þið segir, byrjar þarna sem krakki og svo ferðu svo ertu kölluð inn. Fórstu svo í skóla, í leiklistarskóla eða eitthvað þess áttar? Nei. Ég sótti leiklistaskóla Reykjavíkur og ætlaði alveg að fara. Já. Alveg ákveðin í því. En svo bara gerðust hlutir í lífi mínu þannig að ég fór ekki. Já. Ekki þá. Nei. En ég fór svo seinna meir í endurmenntun í leiklistaskólan. Í Reykjavík? Já. Já. Þegar ég flutti suður, sko. En fyrir þig að fara í endurmenntun, búin að leika tugir hlutverka út allt og vinna öll störf í leikhúsi, varstu ekki notuð til að kenna bara í endurmenntunni? Nei, ég vildi það ekki neitt. Nei. Nei, mér fannst þetta bara mjög gaman að vera með krökkunum. En það hefur aldrei sko komið upp neitt sem að segir, Saga, hún fór ekki í leiklistaskóla, en ég var úr leiklistaskóla, það var ekkert svoleiðis, og mér aldrei fundið svoleiðis. Nei, ég hef aldrei fundið fyrir því. Nei. Og þú ert félagi náttúrulega þá í félagi íslenska leikara? Já. Það er náttúrulega ákveðin viðurkenningar, ekki? Jú. Mér, sko, ég var náttúrulega ótrúlega heppin að vinna með mönnum eins og Gísla Halldórsinni, Þorsteinu Stephensen, ég lék á móti honum og maður lærði endalaust, ég var alltaf að læra af þessu mönnum sem og fólki og konum líka sem ég var að vinna með. Já.
það yndislegt en auðvitað hefði verið frábært að komast í skóla. Já, það var ekki boðið á þessum tíma. Nei. Sko, hvað ertu lengi hér á Akureyri við leiklistina og hvað varstu búin að leika mikið þegar þú hittur þið suður? Ég var búin að leika, veistu að ég er ekki með tölun á því. Nei. Hvað ég var búin að leika mikið þá þegar ég fer. En það er 78 sem ég fer. Fer suður? Suður, já. Og í hvað fórstu þá þegar þú ætlaðir að vera í mánuð? Nei, hvað var það? Já, ég ætlaði að vera í hálfa mánuð. Hálfa mánuð? Já, ég ætlaði aldrei að flytja frá Akureyri. Það var bara aldrei í mínu plani. Já. En svona er bara lífið. Maður steytir stundum á skerjum og þá verður maður bara að vinna úr því. Já, og hvað gerðist? Ég meina, í hvað fórstu? Ég fékk hlutverk í Þjóðleikhúsinu, mjög fljótt, og svo fór ég endurmenntunina strax. Svo bara leiddi eitt af öðru, ég gerði alveg ótrúlega margt og ofboðslega skemmtilegt. Já, segðu. Ég stofnaði minn eigin leikhóp með mínum fyrrverandi manni, Þóri Steingrímssyni. Við vorum með það í 6 ár. Já. Og það var náttúrulega ofboðslega erfitt. Við áttum enga peninga, náttúrulega. Nei. En það einhvern veginn... En gekk það? Já, við fengum bara fína aðsókn. Hvað voruð það að sýna? Við vorum að sýna eins og til dæmis Kallinn í kassanum. Já. Sem var... Það var nú heimsfrægt Íslandið hérna á árum áður. Já. Og það gekk svo rosalega vel að það kom öllum í opna skjöldu. Já. Svo fengum við Brynju Benilið með okkur og settum upp skottuleik. Hún samdi að við sömdum þetta svolítið saman. Já. Og það gekk líka mjög vel. Við ferðumst með sýninguna. Fóruð þið til útlanda, ég vil eða hvað? Við sýndum í Luxemburg. Já. Já, meira? Svo fór ég í skemmtibransan. Ég fór að skemmta í Þórskaffi með Latta og Jöra og Júlla Brjáns og fleirum. Og svo þegar það var nú hætti, þá fórum við af stað 3 vinkonur sem við köllum okkur stjúpsystur. Guðrún Alfreðsdóttir og Guðrún Þórðardóttir. Já. Og það eru leikkonur og við höfum svoleiðis við þetta. Ég veit ekki hvað við vorum í mörg ára í því, sko. Var þetta svona hark á þessum tíma? Já, það var alltaf hark. Já. Það var óboðslega mikil vinna. Og það er eins og þú segir að þó þið sýnir Kallinn í kassanum og það gengur óslega vel og þetta koma peningar inn og hægt að borga fólki. En það þarf að undirbúa, það þarf að æfa. Já. Og það er alltaf á launalausum tíma. Já. Við gátum aldrei boðið æfingarlaun en við reyndum hvað við gátum að borga sýningakaup. Já. Og það bara einhvern veginn hafðist. Já. Svo fór ég að vinna á Stöð 2. Ég vann lengi við talsetningar á Stöð 2. Já. Þegar það byrjaði. Já. Og svo var ég þar með sjónvarpsþætti og það var afskaplega skemmtilegt. Þannig að þú ert búin að vera í þessu öllu Já, það er alltaf skemmtilegt. Svo var ég að leikstýra líka fyrir sunnan og svo fór ég að leika. Þú búin að leikstýra mikið hér á þessu svæði? Já. Fyrir norðan? Já. Og ertu enn að því? Já. Alltaf að leikstýra í vetur? Já. Má spyrja hvað það verður? Það er verið að velja. Já. Það er svona nokkuð sem komið til greina. Já. Ég byrja ekki að vinna eftir áramót. Saga, fólk sem vinnur í leikhúsi, við þekkjum það reyndar, að það er lítið heima hjá sér kvöldin. Og helgar. Og helgar. Fjölskylda þín, hvernig eru fjölskylduhægir þínir? Já, ég á 3 stráka, alveg frábæra. Já. Og þeir eru náttúrulega búsettir í Reykjavík með sína fjölskyldur. Og ég kynntist því ég flytt hingað norður aftur, þá kynnist ég
manni, sem heitir Guðmundur Óskar Guðmundsson, húsasmiður og kennari. Hann er alveg einstakt eintakamanni. Já. Það er ekki hægt að segja annað. Það er eiginlega sama í hverju ég er að þvæla og vesenast og að hann er alltaf sko með í dæminu. Já, alveg. Þannig að þetta lítur vel út. Þetta er að halda áfram í þessu. Ég ætla aðeins að segja sko, honum fylgdu nefnilega 3 stelpur og sem eru náttúrulega giftar og eiga fjölskyldur og sem tóku mér sko með þvílíkt opnum örmum. Saga. Sem er ekki sjálfgefið. Ég ætla bara að segja það. Jú, með þig. Nei. Var þetta ekki fallega sagt hjá mér? Jú, þetta var fallega. Við náttúrulega erum búin að þekkjast lengi. Þannig að það var gaman að spjalla við þig. Og þykjast ekki þekkja þig. Já. Og spurja þig þessara spurninga. En ég ætla að taka þér mynd. Þetta fer örugglega bara í passaðinn. Heldur það. Það er svo fínt. Já, það vitur ekki á að skipta. Takk, Saga mín.